Gott kvöld, kæru áhorfendur. Velkomin í föstudagsþáttinn á N4 og gleðilegt nýtt ár. Við ætlum að nota þennan þátt í að líta öxl og rifja upp nokkur velvalin atriði úr þætti liðins árs og sýna fjölbreytileikann. Í janúar í fyrra kom til mín Oddur Ólafsson, yfirlæknir á gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri og talaði líffæragjafir. En þau áramót breyttist löggjöfin og nú ætlað samþykki. Maður þarf að taka það fram ef maður vill ekki gefa úr sér líffærin. Við skulum heyra hvað hann hafði málið að segja. Sko, líffæragjöf ákaflega merkileg. Hún mjög eina merkilegur framförin sem orðið hafa í læknisfræðinni. Og þess að það hægt að bjarga mannslífum og lengja líf og auka lífsgæði gífurlega með því að gera þetta. Og þörfin hefur vaxið alveg hreint gríðarlega. En framboðið á líffærum hefur ekki vaxið alveg að sama skapi. Og eru öll líffæri jafn eftirsóknarverð eða vantar okkur sérstakar tegundir frekar en aðrar? Já, það kannski, ég held að sé nú mest ígrætt á nýrum. Já. Og svo koma önnur líffæri á eftir, þannig að það orðið mjög algeng aðgerð og mjög margir sem ganga með ígrætt nýra. Það kannski meira mál með líffæri eins og lungu eða hjarta. Getum við bara grætt öll líffæri í? Eða eitthvað sem ennþá verið að ströggla við? Hvernig staðan? Já, það nú kannski svona margt verið reynt, en svona þegar við tölum þetta, það sem algengt verið að gera, það þá hjarta, lungu, nýru, lifur, bris og eftir smáþarmar. En það svona algengast eru nýrun. Svo líka jafnvel augu, eða? Já, hornhinna eða augu, já. Þetta svolítið magna. Þetta alveg magnað. Nú var náttúrulega skaupið nýafstaðið og þar var aðeins verið að deila á blóðgjafareglurnar. Þær eitthvað líka aðeins að breytast. Já, það verið að hugsa það, sem sagt hvort að hámar megi gefa blóð, en til dæmis það ekki frábending í sjálfu sér fyrir líffæragjöf. Nei, þetta alveg óskilt, því að þó ég megi ekki gefa blóð, þá má ég mögulega gefa líffæri. Já, það sem sagt, auðvitað framboðið mjög takmarkað á líffærum. Já. Og það hafa verið frábendingar, eins og til dæmis að vera með illkynja sjúkdóm, vera með krabbamein eða illkynja blóðsjúkdóm, eða vera smittaður af HIV eða lífrabólgu. Eða verið í virkri eiturlyfjaneyslu. En sko jafnvel þetta, og áður hefur voru kannski aldurstakmark, en jafnvel þetta hefur verið að breytast og maður kannski segja að staðan sé orðið þannig í dag að líffærateymið í Gautaborg, þeir vilja fá símtalið frá okkur frekar með einhvern sem hugsanlega kemur til greina. Og þeir vilja þá bara fá að leggja sjálfsagt mat á það út frá sögu sjúklings og öllum þeim upplýsingum sem við gefum, hvort að þetta komi til greina eða ekki. Og ég get sagt sér svo að ég meina sjúkdómur eins og lifrarbólga C, þetta var áður hræðilegu sjúkdómur en nú komin uppbreytingameðferð, þannig að þetta kannski staðan orðin önnur í dag heldur en var áður. Og svo kemur líka til greina að við séum með sjúkling sem kemur til greina sem hefur sögu lifrarbólgu og það getur vel verið þeir sem með mótsvarandi sjúkling. Akkurat, að hann sé með sama sjúkdóm og geti þegið þetta líffæri. En það sem sagt, það voru sett lög 1991 sem gerðu þetta kleift að nema brott líffæri úr fólki á Íslandi með því að skilgreina heiladauða. Og það hafa sem sagt verið numin brott líffæri úr cirka 100 einstaklingum. Síðan þessi lög voru sett. Og það hafa áralega cirka 350 notið góðs af því. Wow. Og Ísland, þetta náttúrulega gífurlega flókið og stórt batteri og mikið utanumhald og við erum of lítil hér til að vera alveg sjálfstæð í þessu, þannig að við erum í samstarfi við Svíana í Gautaborg. Og í samstarfi við Scandia Transplant og Eurotransplant. Já, því leyti að þetta virka betur ef þú hefur úr fleiri þegum að velja. Að þú færð líffæri, að þá getur
valið að gefa líffærin þar sem þörfin mest. Já, þetta svona eitt pottur þá. Svona. Já. Og það hafa líffæri héðan farið til Þýskalands og Bretlands. Og öfugt. Og við njótum góðs á móti að sjúklingar frá Íslandi geta fengið líffæri úr gjöfum frá öðrum löndum. Nú, kannski vitið ekki almennilega viðbröðin við þessum breyttu reglum, en varst að segja mér áðan að umferðin heilsuveru vefinn. Já, ég held að fólk sé að skoða þetta svolítið. Það stóraukist, þannig að nú getur fólk sem sagt farið inn á heilsuveru, sem vefur á vegum landlæknis og skráða eða vill ekki gefa líffæri og að jafnvel hægt að tilgreina að þú vilt ekki gefa ákveðin líffæri. En síðan það er mjög mikilvægt að taka fram að fólk ræður þessu algjörlega sjálft og það gildir algjörlega líka það sem að ættingjar segja í þessum tilfellum. Að ef einhver ættingi nákominn segir, ég tel að viðkomandi hefði ekki viljað gefa úr sér líffæri, þá gildir það algjörlega. En það er kannski rétt að benda fólki á að það er mjög gott að þetta samtal eigi sér stað, kannski við kvöldverðarborðið eða svoleiðis, að fólk taki þessu umræðu og segi bara, ég vil bara þið viti það að ef þessi staða kæmi upp, hvað mig varðar, að þá bara, ég vil að þið viti það að ég myndi algjörlega vilja láta aðra að njóta góðs af því. Já. Og eins ef það væri öfugt og viðkomandi væri ekki búin að skrá sig inn á vefinn. Nákvæmlega. Það vildi ekki gefa. Þannig að það er alls konar möguleikar í stöðinni. Já, og þetta er oft svona sorglegar og dapurlega kringustæður sem geta verið að það er orðið einhver blæðing eða áverki eða sjúkdómi í heila eða hjartastopp eða eitthvað sem verður til þess að þessi staði komin upp og stundum þetta svona ákveðin huggun fyrir aðstandendur eða getur verið það. Að vita að maður getur hjálpað öðrum. Og við við höfum staðið okkur ágætlega í þessu, Íslendingar, og þetta hefur meira að verið gert hér á Akureyri og Spánverjar hafa verið heimsmeistarar í því að gefa líffæri. Og þar hefur verið ætlað samþykki. En við náðum því meira að segja held ég 2015 að vera heimsmeistarar, að þá var fjöldi líffæragjafa per 1.000.000 íbúa og þar vorum við mjög, enn og aftur stóð okkur vel þar. En þannig að það er vonandi að með þessa nýju löggjöf að þá aukist þetta enn frekar. Og forskot okkar sem heimsmeistara jafnvel, nei. Eða við allavega stöndum okkur vel að við leggjum okkar að mörkum að því að við vissulega erum líka að þiggja líffæri frá öðrum þjóðum, þannig að þetta er svona eins alþjóðlegt og þverfaglegt samstarf eins og hugsast getur. Og bara svona rétt í lokin, því mér er svo forvitnilegt að heyra, segjum sem svo að núna sé upp á sjúkrahúsinu hérna líffæri til gjafar. Hvað gerist þá? Hvað fyrir í gang? Já, fyrst sjáum við að það sé einhver sem kemur til greina. Það þarf auðvitað að ákveða að viðkomandi sé heila dauður og það er gert með skoðun 2 lækna og nákvæmni taugaskoðun og fleiri prófum. Og svo er hringt til Gautaborgar, heita teymi, og teymið ákveður hvort að þeir vilja þiggja líffærin eða ekki. Og ef afverður, þá kemur þota frá Svíþjóð og innanborðs eru 2 skurðlæknar og 2 skurðhjúkrunarfræðingar og hugsanlega 1 svæfingalæknir eftir í hvaða líffæri á að taka. Og á meðan þá býður teymi upp á skurðstofunum á Sjúkrahúsinu Akureyri tilbúið með sjúklinginn. Lögreglan næri teymið út á flugvöll og svo er farið inn á skurðstofu og líffærin eru numin brott og síðan er þeim fylgt aftur beint út á flugvöll og beint upp í vél og þeir fara að fljúga sjálfsögðu beint aftur til Svíþjóðar því að hér þetta er mínútu spursmál til dæmis með hjarta og þar hefur bara kannski 4 til 6 tíma til þess að vera að byrja að koma líffæri aftur. Og í Gautaborg eða hvar sem og í Gautaborg þar býður annað teymi og býður tilbúið og býður bara eftir líffærunum og býður tilbúið með sjúklinginn sofandi inn á skurðstofu. Þetta er svo magna og þetta er bara að gerast. Þetta er bara af og til að gerast. Þetta gerist af og til, já. Úr líffæragjöfum ætlum við yfir í allt aðra sálma. Við ætlum að huga að skipulagi. Sumum reynist erfitt að skipuleggja hausinn á sér eða heimili sitt eða hvað sem er.
En þar kemur til sögunar Virpi Jokinen. Hún skipuleggjari, vottaður og starfar sem slíkur og við skulum líta á brot úr viðtali við hana. Heimilin okkar eru jafnvel farin að valda okkur kannski ekki beint vanlíðan, en svona mikilli vinnu, streitu, heimili alls fólks, heimili allra, eru ekki það skjól sem að ég allavega álit að heimilin eiga að vera. Starf vottaða skipuleggjenda, svona eins og ég starfa, okkar starf felst í því að vera til aðstoðar ef að fólk stendur frammi fyrir það að vera með eitthvað, til dæmis heimi hjá sér, sem að veldur tilfinningunni ég get þetta ekki. Ég get ekki slakað á. Ég get ekki slakað á, ég get þetta ekki, ég veit ekki hvað ég á að byrja eða þetta ekki hægt. Nei. Þetta er svo mikið. Já, nákvæmlega, þetta er svo mikið, bara ég ræði ekki við þetta. Þá kemur þú og hvernig vinnur þú eiginlega? Og þá kem ég. Ég kem ef ég velkomin, ef að fólk vill aðstoð, að þá get ég komið til aðstoðar. Þegar ég tek engar ákvarðanir, ég mynda með enga skoðun á því hvað er rétt eða rangt, lítið eða mikið, eða hvað fólk á að gera. En mitt hlutverk felst í því að ég kem og ég hlusta eftir því sem að fólk vill. Hvað er það sem að fólk sækist eftir? Hvað er það sem að vantar? Hvað vill fólk í rauninni laga eða breyta hjá sér? Hefur orðið vör við eitthvað svona eitt sem að algengar en annað að fólk vilji laga það? Er þetta bara, allt heimilið undir einhvern veginn? Ég held að sé sko hjá flestum svona almennt álag sem endurspeglast í því að maður hefur kannski ekki alveg tíma í að hlúa að heimilinu eins og maður vildi. En eitt af því sem mér finnst ég sjá á mörgum heimilum eru fötin og þvotturinn sem alveg magnað. Að þetta er svo mikið. Að þetta er svo mikið og líka því að mér finnst sko fötin þau í rauninni eru svo einföld. Að því við eigum bara föt til að klæðast einhverju til að hlífa okkur. Svo safnast þetta upp, þú veist, fötin sem ég passaði í fyrir 10 árum og einhvern veginn við hendum kannski ekki eða gefum ekki eða hvað. En þá kemur þú bara og ráðlegur fólki hvað það á að gera eða hjálpar þeim að finna út úr því hvað það vill gera. Hlusta eftir því hvað fólk vill gera. Þú veist, hvernig það upplifir kannski fötin sín eða þvottin eða fataskápana. Og þá sem sagt leita ég leiða með fólkinu, hvað er það sem hún myndir frekar vilja eða hvers konar breytingu viltu sjá gerast. Og það er dásamlegt að sjá hvað er hægt með í rauninni mjög einföldum svona kunstum eða leiðum og lausnum að breyta til dæmis bara akkurat þessa umferð þvottar inn á heimilum og fataskápum og bara að heyra í fólki og þú veist þessa léttir sem við upplifum þegar fataskápurinn er farin að fungera. Það er alveg dásamlegt. Og er það ekkert endilega alltaf að fólk þurfa að losa sig við? Er það stundum bara brjóta saman og raða eða kaupa sér einhverjar hirslur eða er það bara mjög misjafnt? Það er nefnilega mjög sjaldan að maður þurfi að kaupa sér nokkuð hirslur. Og það er eitt af því sem ég ráði fólki að gera ekki. Ekki byrja á því að fara út í búð og kaupa fleiri kassa. Meira dót. Já, meira dót og fleiri kassa. Það er ekki málið. Af því að þegar þú ert búin að gera ákveðið, þá áttu nóg af kössum. Það er bara svoleiðis. Allt í einu bara eru lausir kassar. En þetta er rauninni mikið, velst með sko, vanandi dæmis tökum fataskápana. Mér finnst þetta mikið vera fólki í því að hugsa skápana þannig að fataskápurinn, það inniheldur fötin sem þú vilt nota í dag. Ég er að hugsa minn fataskáp, það er sko stór fataskápur og þegar ég flutti í þetta rými, þá var ég svo glöð að því hann er svo breiður og skúfurnar eru svo breiðar. En Jesús Pétur, óreiðan í skúfunum, hún er skelfileg. Og það ægir öllu saman. Það er ekki einu svona raðað sko í þessar 3 hæðir, það er bara allstaðar. Það er ekki skemmtilegt, María. Nei, einmitt. En þarna er akkurat, þú ræður, þú veist. Þarna var alveg flötur til að einfalda líf sitt með einhverjum einföldum aðgerðum. Nákvæmlega, þarna komstu akkurat. En hvað með flokkun á, nú er þetta plastið og pappirinn, er fólk ekkert að bugast yfir því öllu? Hvar það hefur þessar flokkunarstöðvar, hvernig það safnar og... Einna helst það, hvar á að vera með þetta. Þú veist, það er kannski, það er voða mikið fyrir í eldhúsinu. Eða þú veist, af því það er náttúrulega ekki bara að gera ráð fyrir þessu í eldri innréttingum og svona. Það er stundum svolítið svona spurningin. En mér finnst það vera tiltölulega auðvelt að leysa og svara því. Þannig mér finnst það ekki vera stóra málið. Þannig að þetta snýst þetta og er það heimili sem er það fólk bara og heimili sem leita mest til þín eða er þetta líka kannski fyrirtæki? Þjónaru
Líka fyrirtæki? Já, ég býð upp á skipulagsaðstoð fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki. Mest hef ég unnið fyrir fjölskyldur eða heimili, en líka fyrir nokkur lítil eða minni fyrirtæki. Þannig það bara mjög misjafnt. Og það líka misjafnt hversu mikið þú þarft að vinna með fjölskyldum? Sumum nægir kannski bara 2 skipti, önnur þurfa 100 eða hvað? Já, þurfa og vilja. Þetta meira spurning hvað fólk vill. Sumir vilja hafa einhvern alveg við hliðina á sér og klára verkefni. Og taka bara eitt fyrir í einu kannski, svona, eitt rými. Já, nákvæmlega. Og til dæmis segjum eldra fólk sem að minnka við sig og hefur kannski ekki lengur burðagetuna. Þú veist, að fara upp og niður tröppur og lyfta kassa og lyfta boka og svona. Að þar í rauninni öðruvísi vinna sem að fer fram. Þar sem ég get þá verið aðilinn sem að næri í nýjan kassa og ber boka út. Þetta getur verið alveg svolítið mikið verkefni. Já. Marga daga. Já, marga daga og það eitt af því sem ég mæli með að fólk hugsi úti, að gefa sér góðan tíma. Það örugglega hægt að taka til í bílskúrnum yfir eina helgi, en ég hef aldrei getað það. Góðir áhorfendur, það komið að tónlistaratriði. En það gaman að segja frá því að í þessu stúdíói voru tekin upp yfir 60 tónlistarmyndbönd á síðasta ári og þetta mikilvægur vettfangur fyrir bæði ungt tónlistarfólk sem að koma sér á framfæri sem og reyndari og frægari einstaklinga og það mikil aðsókn í að koma og spila í þættinum sem mjög gaman. Við ætlum að sjá núna vinsælasta tónlistarmyndbandið. Það var horft á það 87.000 sinnum á Facebook og þetta lagið Eina nótt með þeim Magna Ásgeirs, Ólöfu Jöru Skagfjörð og Valmari Veljóts. Gjörðu þið svo vel. 1, 2, 3. Láttu mjúkra lokkafló Létt að strjúka mér kinn Meðan skuggar mjakast næst Meðan nóttin læðist inn Hvíldu hljótt við mína hlið Ég mun byrta allt og fljótt Ekki mikið nefni Aðeins þessa stuttu nótt Skiptir engur átt og rétt Rök og siði hugsa lágt Fjandinn alla morgna Ef í nótt felur hjá Gleymt og týnt gærdagsljós Glætur morguns enginn sér Að heilli ævi ég aðeins spyr Eina nótt að gefa mér Skiptir engur átt og rétt Rök og siði hundsa lágt Fjandinn alla morgna Ef í nótt mér felur hjá Gleymt og týnt gærdagsljós Glætur morguns enginn sér Að heilli ævi ég aðeins spyr Eina nótt að gefa mér Að heilli ævi ég aðeins spyr
nótt að gefa mér. Velkomin aftur í föstudagsþáttinn á N4. Við höfum alltaf komið víða við í þessum þætti. Menningin ofarlega á dagskrá hjá okkur. Á síðasta ári átti Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 25 ára afmæli og að því tilefni fengum við 3 góða gesti í sófann, þá Atla, Helga og Kjartan, en allir tengjestir hljómsveitinni á skemmtilegan hátt. Við skulum líta á það. Þið eigið svona smá sögu allir með þessari hljómsveit. Við byrjum á þér, Kjartan. Hvernig þín saga? Ég búinn að vera með einlega frá upphafi og einlega lengur sko. Ég spilaði með á fyrstu tónleikunum sem voru í október 93. Já, þá varst þú bara 19? Þá var ég bara 19 ára. Já. Og ekki gaman að segja frá því að það einhver 19 ára að fara að spila núna? Jú, svo var það svona skemmtilega tilhugsun að dóttir mín sem að verður 19 ára þessu ári, hún spilar með á tónleikunum á sunnudaginn á fiðlu. Þannig að afleggjarnir farnir að taka þátt í þessu? Já, þeir eru farnir að skjóta rótum núna. En Helgi, hver þín saga? Mín saga hún svona svipuð Kjartans. Ég byrjaði þarna að spila með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 93 en búinn að spila áður. Og eiginlega mína fyrstu tónleika með þá forveranum, Kammerhljómsveit Akureyrar, eru 84 og þá spila ég á trompetin, ekki horn. Já, þú bara svona svissað á milli aðeins. Já, og svo líka minn afleggjar líka að spila á þessum tónleikum. Hvað er þetta að segja? En við spilum saman í horndeildinni. Já. Það er fallegt. En Atli, átt þú afleggjara líka þarna? Nei, það engin afleggjar frá mér að þessu sinni. Nei. En ég spilaði trúlega með Kammersveit Akureyrar. Allavega, ég held að ég spilaði í uppsetningu leikfélagsins á My Fair Lady. Það er 83 eitthvað svoleiðis. Sögufræg uppsetning. Sögufræg uppsetning. Og það var einhvers konar svona afbrigði af Kammersveit Akureyrar. Já. En ég hef aldrei spilað með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Nei. Þú tengist þessu kannski á annan hátt? Já, ég náttúrulega, 93 þá ég farin burt og í námi og eitthvað svona og kem svo síðan náttúrulega einhverjum 20-30 árum seinna heim og sem sagt fyrir að nýta mér þjónustu Sinfónía Nord við upptökur á kvikmyndaverkefnum. Já. Og það svolítið það sem þú ert að standa í bara núna, þessi árin, að taka upp með Sinfóníuhljómsveitinni ýmis kvikmyndaverkefni. Já, meðal annars. Og þína tónlist. Já, það er svona, ég meina, kvikmyndatónlist er oft svona sinfónísk í eðli sínu og venjulega er það bara þannig að við höfundarnir fáum bara einhvern svona pakkadíl og svo verðum við bara að skila á okkur verkefninu og hluti af því er þá að finna einhvers staðar hljómsveit sem getur tekið þetta upp. Svona, þetta er svolítið stórt. Já, þetta bara er svona lærist og maður þjálfast í þessu en ég hef mikið tekið upp í London sem er nú kannski svona rollsinn, viðeigandi, en svo er boðið upp á þessu þjónustu víða í Austur-Evrópu og Bandaríkjunum og svona og svo einhvern veginn í einhverju brjálæðiskasti ákvæðum við Þorvaldur Bjarni bara að prófa þetta hér. Já. Og það bara brjálæðin hún er oft góð. Já, brjálæðið og síðan þá hefur ekkert verið að leita til Bretlands eða Jú, líka Þetta er allt í bland. Já, það er svo sem ég kannski ræði sig ekki alltaf alveg aðleitt en ef ég get og ef það hendar verkefninu þá kem ég, það er svo miklu styttra fyrir mig að fara og naustakverfið niður í Hóafeldurinn að vera eitthvað að æða til London. Akkúrat. En það fór ekkert fram hjá mér þegar ég talaði við Þorvald Bjarni í síðasta þætti að hann vill veg Sinfóníuhljómsveitarinnar meiri, hann vill fá meiri styrk frá ríki og hann þessi betur staðið að þessu og til að bera saman kannski Sinfóníuhljómsveit Íslands og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, hafið einhverja hugmyndir hvaða tölur það eru? Já, þetta hvað Sinfóníuhljómsveit Íslands er að frá á fjárlögum tæpar 2 milljarða eða eitthvað svoleiðis Já, svona bilið 1,5 til 2, ég er ekki alveg með að tæru. En Sinfóníuhljómsveit Norðurlands er með 45 milljónir. Já, það er svolítið strax Mætti kannski reyna að jafna þetta aðeins, við erum ekki að tala mikið, þetta er með stóra hljómsveitir. Segjum kannski 10%, ég meina það eru 10% af íbúafjölda landsins sem að búa á Heiðarfjarðarsvæðinu. Já, það má hugsa þetta einhvern veginn svoleiðis. Þannig að getum við ekki alveg sett okkur við svona 150? Já, það væri stórkostlegt það væri alltaf þrefaldur. Sem byrjun Já. Það væri þá til þess að fólk svona, að þetta eins og hann sagði 3 tónleikar, þessi styrkur sem er núna, hann dugar fyrir 3 tónleikum.
En til þess að halda þrenna tónleika þá þarftu kannski fólk sem ekki tilbúið að binda sig fyrir svo litla vinnu. Þannig að það svona einmitt öruggara starfsumhverfi fyrir þessa tónlistamenn. Já, líka bara, þú veist, ef við hugsaum Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð eitthvað 1950. Já. Ég meina, ef við höfðum þá efnaði að vera með eina sinfóníuhljómsveit í landinu, höfum við ekki núna alveg efnaði að vera með 2. Ég meina, þetta bara sem tilheyrir í menningarsamfélagi. Já, ég held að Finnland ágætis fordæmi held ég. Og þar finnska ríki styrkir, ég menn hvort það eru 7 eða 9 hljómsveitir út allt land. Wow. Og það er bara svona hluti að þeirra bara menningarstefnu og svoleiðis, Og þú veist, þetta náttúrulega þessi endalausa togstreita þeirra sem búa út á landi og Reykjavíkursvæðisins, sem það er svo fyndið, þegar ég flutti aftur heim, búinn að vera í Bandaríkjunum 20 ég er búinn að steingleyma þessu. Já. Og svo þegar ég flutti það bara, já, alveg rétt. Þetta svona. Og mér finnst þetta svo fáránlegt í rauninni, vegna þess að þú veist, þetta er svo lítið land. Við hljótum að geta litið okkur bara sem einn hóp, þú veist. Já, en þetta einhvern veginn ekki þannig. Já. Hvernig sem á því stendur, En ég held að væri, Íslandi og íslensku þjóðinni bara, þú veist, ég held að þetta væri voða sniðugt fyrir okkur öll að hugsa eins bara styrk okkar sem þjóðar með því að hafa, þú veist, styrka menningarstarf sem til dæmis á Akureyri og Egilsstöðum og Ísafirði. Þeir voru að stofna Sinfóníuhljómsveit, var það ekki? Jú, á Egilsstöðum. Já. Þannig að þetta er bara byrjunin, við þurfum að hugsa þetta eins, við erum samhengi. Já, það að vera svona Akureyri náttúrulega miðja í ákveðnum skilningi, og í landi sem það ekki fjölmennarinn okkar, þá er þetta bara sjálfkrafa kannski svona við búum í annarri stærstu borg á Íslandi, það er bara þannig. Ég meina það er náttúrulega, þú veist, út allan heim er þetta second city hugdæmi, eins og Birmingham í Bretlandi og Marseille í Frakklandi og svo framvegis. Og það ég held að þessi liti á það við að það sé svona dálítið mikilvægt mótvægi eða bara valkostur. Já, valkostur. Það er kannski hægt að hugsa þetta sem einhvers konar tókstið. Þetta er bara hrein viðbót og gæði fyrir landið að sé styrkur í annarri borg en bara einni, Okkur í föstudagsþættinum er ekkert óviðkomandi. Og snemma á síðasta ári þá kynntust við Láru og mér langar að sýna ykkur aftur innslagið perlubúð Láru. Ég er ennþá með armbandið frá henni. Hún er enn að selja armbönd og lyklakippur. Kíkjum á þetta. Lára er 10 ára stelpa sem býr í Svíþjóð og er með perlubúð á Facebook. Hún var að senda mér þennan fallega pakka. Takk Lára. Ég pantaði hjá henni armbönd, perluð armbönd sem hún er að gera í Svíþjóð af því að hún er, þessi 10 ára stelpa, að safna fyrir fyrstu útborgun í heimili fyrir fjölskylduna. Fjölskyldan var að flytja til Svíþjóðar svo hún gæti fengið betri umönnun því að hún er með mjög sjaldgæfan sjúkdóm. NF1 kallast hann og ég ætla ekki að reyna að segja latneska heitið. Þetta er sjaldgæfur sjúkdómur, 1-2 börn á Íslandi greinast með hann og hann leggst misþungt á fólk. Lára var frekar óheppin því að hann er mjög aggressífur í hennar tilfelli. En hún er baráttu í æxl, hún Lára. Það leggst illa í hann að flytja en þau hafa orðið að flytja 3 á síðustu 4 árum. Nú langar hann að koma varanlegu þaki yfir höfuð fjölskyldunar og er þess vegna að safna. Hún er bæði á GoFundMe síðunni og þar heitir söfnunin hennar heitir Láru Dreymir og svo er líka hægt að finna hann á Facebook, Perlubúð Láru og ég ætla að sýna ykkur hvað hún er búin að, fyrst ætla ég að sýna ykkur hann fallega pakka sem er skreyttur og falleg kveðja og hún er bæði að perla svona armbönd og maður getur valið áletrun, ég bað fyrir Láru og svo kom svona auka glaðningur og á því stendur aldrei ein. Og svo fekk ég líka lyklakippu. Takk Lára, ég þarf að bæta í söfnunina, þú sendir mér svo mikið. Svo eru líka listamenn, aðrir að taka þátt í söfnuninu, hún Lína Rutt sem er að gera kríli, hún lætur hluta af sinni sölu renna í söfnuninnar Láru. En Láru finnst gaman á hestbaki, hún er í hestaþerapi og þar eru meira að segja íslenskir hestar og hún er að kenna þjálfurunum að segja nöfnin á íslensku, svo á hún hunda, Emil og Berta og það eru miklir gleðigjafar. En Lára er alblind og hún er með ADHD og óhefðbundna einhverfu og hún þarf aðstoð við allt. Og það er mikið álag á fjölskylduna, hún má aldrei vera ein. Ég held við ættum bara öll að taka þátt í að hjálpa þeim að koma þaki yfir höfuðið. Í upphafi árs eru margir að hugað heilsunni, setja sér markmið og fleira. Í fyrra fengum við til okkar Ólaf Þór og Helgu Hrönn frá Streituskólanum og við skulum aðeins sjá hvað þau höfðu að segja streitu. Já,
Já, sko, sagan á bakvið það í raun og veru svolítið skemmtileg því að ég hafði unnið lengi sem geðlæknir við mjög mikil veikindi og mér langaði til þess að finna leið til þess að beita meira forvörnum. Já. Og ég auglýsti bara í Morgunblaðinu fræðsla kvíða og depurð og það mætti enginn. Og ég gafst ekki upp og þá datt mér í hug þetta orð, streituskólinn, svolítið skemmtilegt, ekki ógnvekjandi. Og fór að auglýsa þau námskeið og þau hafa verið vel sótt og gengið vel og við höfum talað mjög mikið streituna en við höfum líka talað kvíða og þunglindi. Og hugmyndafræðin með streituskólanum að hjálpa fólki að vera meðvitað mikilvægi geðheilsu og hvernig má efla hana og síðan að verjast streitunni. Má ekki segja ykkur að það tekið svolítið vel því að fyrir 17 árum kannski heyrði maður ekki svo mikið talað streitu en í dag finnst manni flesti verið orðin svolítið meðvitaður þetta. Það gjörbreyst og frá því að við byrjum þá finnum við það og það auðvitað langbesta ráði gegn streitunni að vera meðvitaður að hún getur valdið okkur vanlíðan og að fólk finni leiðir sem oft eru bara mjög einfaldar og kosti ekki mikið til þess að verjast streitunni. Ég sé bara, ef ég blá þá ég afslöppuð, ef ég græn þá ég jafnvægi, nú liðna 10 sekúndur og ég græn. Ég sem sagt, ég ekki í spennu og ég ekki í streitu en ég heldur ekki alveg afslöppuð, sem kannski eðlilegt. Akkurat þetta jafnvægi svo spennandi. Og þá er þá ekki alltaf lagi með mig, ég þarf ekki að fara áhyggjur. Ég held og það það sem korti kannski gerir að maður har alltaf að hafa vissar áhyggjur. Streitan eðlileg, hlut af daglega lífinu. En það gott að vera á varðbergi án þess að vera hræddur og hugsa hvernig maður verið sig. Alveg sem maður vil fara vel með líkamann, að maður fari vel með andlegu heilsuna og heilan. Þetta mjög mikilvæg saga, í henni felast nokkrir þættir sem eru mjög mikilvægir. Má ég segja frá þeim? Þeir sem eru í mestri hættu að verða streituna bráð. Það eru þeir sem eru velgefnir, áhugasamir, kröftugir og þeir halda að af því að þeir eru að gera eitthvað sem þeir hafa áhuga á eða þeim finnst skemmtilegt, þá sé minni hætta á að þeir lenda á veggnum. Ég bara grunaði ekki, ég geti verið Þess vegna kemur það svolítið í baki að manni. Og hitt að álagsþættirnir eru ekki endilega alltaf í vinnunni. Þeir geta líka verið heima og þeir þurfa ekki að vera neikvæðir. Það er álagsþáttur að ala upp börn. Þannig að þetta eru svona mikilvægi punktar í fræðslunni. Og ég held að það sé ekki gott heldur að sjúkdómsgera mikið og láta fólk halda að það geti ekki ráðist við streituna á þess að hitta einhverja sérfræðinga. Við viljum líka hafa vitundavakningu af fólk. Hver og einn hugsi svolítið hvernig hann vil gera. Og það þarf ekki að vera flókið. Afi minn lagði sig alltaf í hádeginu. Einn blundur yfir daginn. Bændablundur. Getur það ekki bara verið daghvíld? Bara lífsbjörg. Í bændablundinum þegar heili bóndans róast og hann heyrir fyrir síðasta lag fyrir fréttir, þá fer af stað hormón sem heitir DHEA sem hvíldarhormón. Og það flæðir líkamann og það flæðir heilan og verndar hann og gerir að vefirnir byggjast upp á nýtt. Hugsa sér. Þannig að þegar bóndinn lagði sig, þá fór í gang mjög flókið ferli sem mikilvægt fyrir líkamann og sérstaklega heilan og kannski akkurat það sem við erum að gera rangt í dag, að hleypa þessu hormón ekki af stað og gæti verið. Það kenning, ein af ástæðunum fyrir að streitan aukast í samfélaginu. Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af próteini og engum viðbættum sykri. Velkomin aftur í föstudagsþáttinn á N4. Við erum hér að líta öxl í þessum fyrsta þætti ársins og næst ætlum við að fá að sjá í heild sinni viðtal við hana Sigríði Ýr Unnarsdóttur sem að flutti hingað norður og lét aldeilis að sér kveða. Við fræðumst heimsmet sem hún setti í Bandaríkjunum en líka það sem hún að brasa út á bolli. Gjörðu þið svo vel. Það var frekar tilviljanakennt hvernig þetta kom til. Ég hafi verið mikið að hýsa ferðamenn hérna á Íslandi og sýna landi og svo átti ég inni hjá greiða og það var einn sem að plataði mig til Bandaríkjanna og ætlaði að sýna mér Bandaríkin og við ákváðum að gera aðeins meira ævintýri úr því heldur en bara það og endum með að finna þessi mótorhjól og okkur fannst þetta ótrúlega fyndið í upphafi að sjá hvort við gætum ekki sett þetta heimsmet eða sem sagt bætt núverandi heimsmet á þessum mótorhjólum. Og hvernig var heimsmetið?
heimsmetið var bara 500 kílómetrar á þessum hjólum. Og ég hef nú aldrei, ekki með mótorhjól að prófa, hafði aldrei sest á mótorhjól, sko. En ákvaðu samt að reyna að slá þetta? Já, ég komst að því að þetta bara 50 kúbíka hjól, sko, og það innifalið í bílprófinu mínu, sko. Þannig að ég þurfti ekkert sérstakt til þess að setjast á þetta hjól, þannig að við bara byrjuðum að undirbúa og svo flög ég út og hoppaði á hjólið og þið keyrðu á stað? Og við keyrðum á stað, það var svolítið svoleiðis. Á svona litlum hjólum eða hvað? Já, ég gat alveg auðvitað haldið á því í fanginu. Þetta er bara svona lítil hjól, ég held að þyngdartakmarkið sé ykkur 40 kíló. Þannig að við vorum aðeins að teygja mörkin á þessum hjólum. Og þið eruð alveg í keng á þessum hjólum, eða ekki? Já, maður að sitja svolítið svona. Og þetta voru 12 tímadagar og 12 dagar í röð, þar sem við sátum svona og fórum frá Ohio til Nýju Mexíkó. Já, eins og maður gerir. Og voruð þið á þjóðvegum, þú veist, með bílum eða voruð þið á einhverjum stígum eða hvernig? Nei, við sem sagt, það var langt ferli að fá þau skráð, götuskráð, þessi hjól, því að þau mega í rauninni ekki vera á götunum. Nei. Þannig að við fórum smá krókaleiðir og fengum númeraplötur á hjólinn. Og svo þurftum við að hringja, ég tók 2 mánuði sjálf í að hringja í öll lögregluembættin á leiðinni til þess að fyrst bað ég leyfi og svo þegar ég fór að fá ansi mörg nei, þá fór ég bara að láta þau vita að ég væri að fara að koma. Og hvaða dagsetningu ég á þessu svæði og bara láta þau vita að við værum með fylgdarbíl og við værum með alla pappíra og allt á hreinu. Brjálað utanumhald til að slá eitt heimsmet. Já, allt utanumhaldi var miklu meira vesen heldur en bara að sitja á hjólunum. Og lentið þið í einhverju veseni? Var þetta eitthvað klandur eða sprakk hjá ykkur eða? Þessi hjól náttúrulega ekki gerð fyrir svona átök, sko. Fyrsta lagi voru náttúrulega öll miklu þyngri en við áttum vera og miklu meiri notkun heldur en flest svona hjól taka í sínum lífstíma. Þannig að við vorum enduð með að fara 3 og svo þriðji var svona hjólaviðgerðarkall, sko. Þannig að hann var að tjúna hjólina hverju kvöldi. Voruð þið með nokkuð til vara þá til að skipta þeim út svona? Við vorum með nokkra vara hluti með okkur, en ekki heil hjól. Nei. En svo vorum við með fylgdarbíla eftir okkur sem var alveg merktur og var með allan búnaðinn því að við varum náttúrulega ekki með neitt svigrúm til þess að vera með einhverja þunga bakpoka á okkur á leiðinni. Hvað fær mann til þess að ákveða að slá heimsmet? Er það bara eitthvað svona nett klikkun? Já, ég meina, hafa ekki allir flett Guinness-bókunum og séð alls konar skrítin heimsmet og svo hugsa flestir þetta nú ekkert maður. Já, ég get þetta. Svo láta nú flestir aldrei verða af því, sko. Já. En þarna sá ég tækifæri. Ég var að útskrifast úr háskólanum og langaði að fara í einhverja útskriftarferð. Af hverju ekki þetta? Af hverju ekki að slá heimsmet í leiðinni? Já. Og er þá núna þetta heimsmet komið í Guinness bækur? Eða er þetta alltaf á netinu? Hvernig virkar þetta? Þetta er á netinu og skráð þar. Það tók náttúrulega smá tíma fyrir þá að fara yfir all gögnin því að við þurftum að vera með nokkur GPS-tæki, taka fullt af vídeóum, vera með alls konar skráningar. Þannig að það tók alveg smá tíma að fara yfir þetta allt til að staðfesta metið og það er komið inn á netið. Ég hef nú skoðað 2 síðustu Guinness bækur og við höfum ekki komast í prent, en það er bara lítið hlutfallega sem komast í bókina, sko, því miður. En þetta lifir á netinu. Og þetta er náttúrulega minning sem að lifa með þér að eilífu. Já, og svo er svolítið gaman við þetta met að það er mjög erfitt að slá það af því að við þurftum að fara smá vafasamar krókaleiðir til þess að fá þessi hjól götulögleg, sko. En ég skora á hvern sem er að reyna að toppa það, sko. Það er bara gaman. Og hvað vissu cirka hvað þetta eru margir kílómetrar? Já, fyrra met var 500 kílómetrar og við ákvaðum bara að rústa því svolítið. Þannig að við tókum rétt rúmlega 2500 kílómetra. Vel gert. Þetta er ótrúlegt. En svo ertu nýkomin hérna norður og bara búin að stofna þitt fyrirtæki og byrjuð hérna að, hvað ertu að gera út á pollinum? Já, ég er komin aftur hingað til Akureyrar og ákvað að einbeita mig svolítið á stand-up paddleboards, svona róðrabrettum. Mér finnst þetta langskemmtilegasta hreyfing sem ég hef komist í snertingu við sjálf. Hvar lærðirðu þetta? Hvar kynntistu þessu? Það var reyndar ótrúlega fyndið því að þegar við kláruðum heimsmetið þá ætluðum við að enda með að læra að surfa út í Bandaríkjunum í New Jersey. En það voru engar öldur þannig að við fórum á svona SUP-bretti þarna á eftir. Þannig að það er smá tenging þar, sko. Þarna er sterk tenging, já. Þannig að ég kynntist þessu þar út í Bandaríkjunum. Og hef verið að dóla mér sjálf hérna heima á bretti núna
Varst svo á Startup Tourism viðskiptarhæðlinum, er það ekki í vor? Jú, ég var valin inn í þann viðskiptarhæðl með þessa viðskiptahugmynd að byrja þetta fyrirtæki hérna. Og þú ert bara búin að hrinda inn í veruleik, í framkvæmd, bara 1 til 10. Já, það var ótrúlega gaman og skemmtileg leið að koma hingað með þetta og fá að kynnast fólki. Þetta búið að vera mestmegnis heimamenn sem hafa komið til mín, þannig að mér finnst það alveg frábært. Og þú ert að bjóða upp á allskyns, þetta á kvöldin, þetta jafnvel á miðnætti. Já. Ertu með eitthvað svona ákveðna dagskrá eða þetta bara fer allt eftir veðri og vindum eða hvernig? Þetta hafa veður og vindur smá áhrif á þessu ferðir, en ég alveg með fastar brottfarir og svo getur fólk hóað í mig hvenær sem þannig ég að fara á öllum tímum í rauninni. Og hvað getur þú tekið marga? Ertu alveg með endalaust mörg bretti? Ekki endalaust, nei. Ég hef verið að taka hámark 10 manns, en yfirleitt færri, Það fer svolítið eftir hvernig ferðin er. Og þá ert þú búin að græja galla á línuna? Já, ég hef með fullt af þurrgálum og skóm og brettum og alla græjur tilbúnar. Hefur einhver panikar að þú bara vilja fara heim? Hafa allir einhvern veginn getað þetta? Fólk hefur alveg stundum verið svona, hvað er ég búin að koma mér út í? Ég hef verið komið lengst út á poll, en við höfum nú alltaf bara endast hlægjandi og komist heil heim, Og hafið þið prófað heitu bununa þarna úr Vaðlaheiðargöngum eitthvað? Já. Kemst maður að henni alveg? Já, ég fer nánast á hverju kvöldi með fólk út að heitalæknum. Þar förum við í gufu og svo í styrtu, þetta er alveg geðveikt. Og svo jóga, eru þið að gera jógaæfingar á brettunum? Já, ég ákvað að bæta við mig SUP jógakennararéttindum. Þannig að ég fór út á Möltu núna í vor, kláraði það nám þar og hef verið að bjóða upp á jógatíma á brettunum. Og þetta er bara eitthvað sem er til, SUP jóga? Já. Það er svo fyndið. Já. Og þá þarftu náttúrulega bara að takast á við að halda jafnvægi og gera allar þessar erfiðu æfingar kannski. Þetta lítur að vera pínulítið flóknar heldur en jóga í landi. Þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er aðeins öðruvísi, já. Og tekur bara öðruvísi á. Og allt sem við gerum á þessum brettum, hvort sem við erum bara að róa eða jóga, að fólk finnur að ég fengi fólk í alls konar formi auðvitað. Meira þess að alveg topp íþróttamenn sem hafa komið til mín. Og fólk er að sjá hvað það beitir sér svona öðruvísi á þessum brettinu heldur en í neginu öðru, Alltaf sé allir litlu vöðvarnir sem er einhvern veginn virkjaðir. Það er svolítið svoleiðis. Jafnvægið. Já, og ég byrjaði að fá alltaf strengi bara í iljarnar sem er á einhverjum svona skrýtna staði, þegar ég var fyrst að byrja. Þannig að þetta er geggjuð áskorun að prófa þetta. Þetta hljómar eitthvað svo stórfurðulegt en spennandi. Já. Og sér þetta fyrir þig bara í vetur og... Já, mér nefnilega, þetta er alltaf tilrauna áramveit núna. Já. Ég hef verið sjálf að róa allt árið umkring, og ég ætla bara að sjá hversu lengi fólk er til í að hoppa út í með mér, Pollinn fer ekkert að leggjast, það er ekkert inn í myndinni, þannig að meðan pollurinn er ekki í sér laður, þá getur þú farið og siglt. Já, ég var að koma hérna í janúar í heimsókn og þá bara notaði ég árina til að brjóta ísinn, til þess að koma brettin úti. Auðvitað. Þannig að það er ekkert því til fyrir stöðu, Ef fólk vil komast í svona tíma, hvar finnur það þig á Facebook eða? Já, ég byrjaði bara með Facebook síðu og hef ekkert komist mikið lengri en það. Þannig að já, nú er ég bara á Facebook. Hvað heitir síðan þinn? Hún heitir Venture North. Venture North. Já. Það heitir fyrirtækið þitt. Já. Og frábært að heyra af þessum ævintýrum og bara takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi svakalega vel. Já, takk hérlega fyrir mig. Og við fengum fleiri gleðigjafa í sófann til okkar á árinu. Hann Pétur Jóhann þarf ekki að kynna. En hann hefur lengi dreymt að komast í viðtal á N4 og draumurinn rættist í sumar. Kíkjum á þetta. Þú veist, ég meina, ég er ofta að kalla, eins og ég segi á athygli, ég bara, þú veist, sérstaklega ef ég er með fólki, þú veist, Audda, Sveppa, Steinda, ef við erum allir saman út að borða, við erum í rauninni bara svona að mana hvern annan til að búa til óþægilegar aðstæður. Ég er oft að biðja þá, við vorum saman út að borða fyrir ekkert svo löngu síðan og ef það er komið smá safi í mig, þá er ég oft svona strákar sláið mig inn, við vorum á Apótekinu, við vorum borðað þar. Nei, reyndar ekki. Nei, Apótekið, það er á höfuðborgarsvæðinu og sláið mig inn, það er svona. Eins og kannski ef það verið brúðkaup eða eitthvað. Já, ef þú gerir þetta inn á veitingastað, sem er fullur af fólki, þá bara þagnar allt. Það allir bara... Eðlilega. Já. Og svo stend ég upp og, excuse me, yes, staðurinn var meira og minna fullur af ferðamönnum. Þannig að ég talaði bara ensku og fór að segja, we are here celebrating and
og eitthvað, svo sagði eitthvað að kjaftaði, cheers, thank you, og eitthvað, þú veist. Svo bara mínútu seinna, ég gleymdi einu, mér finnst þetta gaman. Já. Óþægilegt, en gaman. Mér líður óþægilega bara að heyra þessa sögu. Já, ég elska Þá náðirðu því óþægilegt. fram, já. Það bara, mér finnst það alveg geggjað, sko. Já, það mjög fyndið. Og þú veist, og ef ég með Sigrúnu minni út að borða, þú veist, þá ég oft bara líka að búa til óþægilegt, sko. Fyrir hana? Okkur Hún bæði. kannski orðin vön því? Já. Kona einn? Já, nei, það fyrir, enda, hún alltaf bara, nennu, please, að hætta þessu. Þú veist, þá ég að segja við þjóninn, þú áttir ekki von á þessu í morgun eða það. Hvað? Getur Jón Sigfús að væri bara hér að borða? Hann svona, nei, ég veit ekki. Hvað? Nei. Ekkert verið að segja fólkinu á bakvið að ég sé hérna, þá kom allir fram og eitthvað. Þetta óþægilegra staður sem mér finnst gaman að búa til. Já, greinilega. Ekki verið að segja kokkunum og svona, þá koma þér hérna og vilja fá selfie og þá henni finnst þetta bara hana langar að grafa svona í jörðinu. Já. Hana langar að grafa svona í jörðinu. Ég skil hana ótrúlega vel. Já. En þetta finnst mér gaman. Þú veist að því að þjónninn var ekkert að spá í Það er þetta sem ég að tala að þú ert gangandi uppistand. Það þarf ekki endilega að kaupa sig inn einhvers staðar, það getur bara fyllt þér eftir, fólk getur bara fyllt þér eftir. Nei, Viljum við það? Nei, viljum það kannski? Nei, ég meina, já, ég veit ekki, alltaf eitthvað fólk á eftir mér. Bíð eftir að segja branda. Hvað gera næst? Það væri geggjað, það var alltaf 40 manns. Það væri þetta mjög skemmtilegt. Ég veit ekki hvað fólk getur. Ég ætla ekki að borga fyrir þú að borða hérna. En segið þið aldrei hérna á N4. Þú veist að við Íslendingar, við segjum rosalega oft N4. N1. N1. Ég er rosa oft spurð, er ekki gaman að vinna þarna N1? Ha? Já. Nei, það er bensín. Fólk ruglast alltaf saman. Það er glas. N1 vittisingurinn. N4. N6. Heyrðu. N2. Það er allir hlægjandi hérna fram, ég heyri þeim. Hérna. N10. Nei, ok. Ertu búinn? Já, ég er hægt. Ok. Æ, þú veist. Veistu það? Nei. N4. Þetta er fyndið. Þetta er fyndið, þetta er rosa fyndið, en mér þykir rosa leiðilegt að tíminn er búinn fyrir svona 10 mínútum síðan. Er það? Já. En hérna, við ætlum að koma því að þú ætlar að halda uppistand í Hofi. Já. Já. Hvenær er það eftir? Hofi, 30. nóvember. 30. nóvember. 30. nóvember. Já. Og og ég ætla að biðja allir að fara í bað og vera hreinir og fínir. Nei, já, 30. nóvember, Hof, 19:30. Það er aukasýning líka. Það kom aukasýning klukkan 22:30. Já. Það er það seint kvöld að það getur orðið svolítið dirty. Já. Nei, ég veit ekki. Það er það bara fyrir þá sem fíla það. Já. Þurfa það ekki að fara í bað. Já, það með allir verið skítugir þar. Já. Þannig að það er, ef við hefur ekki tíma til að baða þig að fara í sturtu. Þá ert þú hvort sem er örgulega sveittur og allt það. En mikil tilhlökkun. Það er alltaf bara, nú er ég náttúrulega búinn að bulla svo mikið. Nú ætla ég að vera bara venjulegur. En það er alltaf geggjað að koma inn á norður. Mér finnst bara, ég kem alltaf alla páska og fer á skíði í Hlíðarfjalli og ég er voða mikið að slæpast hérna. Mér finnst eiginlega skárra að vera hér heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Já, viltu ekki bara flytja til okkar? Jú. Gæti ég fengið þátt hér? Alveg örugglega. Ok. Ég held það alveg klárlega. Já. Hver stjórnar því? Heyrðu, Marja Björk, ég seti í samband við hana. Ég lofa að vera ekki með eitthvað svona fjórir. Nei, þetta er alltaf leið, við ritstýrum þig bara. Já. En við þakkum kærlega fyrir komin. Nei, ok, ég ætla ekki að segja það. Þú segir það. Og þá er þættinum að ljúka hjá okkur, þessum fyrsta þætti ársins, kæru áhorfendur. Við ætlum að enda á tónlistaratriði eins og oft áður. Það eru KK og Gaukur sem ætla að flytja fyrir okkur lagið Love Me Darling Just Tonight. Takk fyrir að horfa. Sjáumst að viku liðinni. Verðið sæl. Love me, darling, just tonight. Take your arms and hold me tight. Tomorrow you may hold another. Love me, darling, just tonight.
tonight. Take your arms and hold me tight. Tomorrow you may hold another. Love me, darling, just tonight. Say tomorrow you are leaving. I hope you know this way is wrong. I pray to God you won't leave me. Love me, darling, just tonight. Love me, darling, just tonight. Take your arms and hold me tight. Tomorrow you may hold another. Love me, darling, just tonight. Tomorrow you may hold another. Love me, darling, just tonight.